Oliver, tilfinningin að vinna KR, fyrsti sigurinn í 8 ár hjá IA. Já, það bara geðveikt. Ég man eftir síðasta sigur, ég var á vellinum hana, KR-vellinu, það Garðar Gunnlaugs sett hana þarna. Þetta bara geðveikt, búinn að bíða eftir þessu lengi og gekk að gera heimavelli. Hvernig var tilfinningin í lokin að vera út af vellinu 2-1? Já, bara mjög erfitt, sérstaklega þegar þeir fá hornarna og maður gjör svona bara mjög stressaður en maður kannist ég engar á ekki strákanir svo flott heima þannig að ég vissi þetta var að fara að sigla heim. Stund á undan 2-0 lifir, þetta var svona nokkurn veginn komið, það lítur að hafa verið bara rosa góð tilfinning að það væri að sigla sig heim. Já, hrikalega sko, áttum að vera búinir að skora í leiknum finnst mér, tvisvar í stöngina og ég veit ekki hvað og hvað, þannig að við áttum að vera fyllilega verðskuldað og loksins datt boltinn bara inn og Viktor gerir það sem hann gerir best að skora mörk, þannig að þetta var bara tímaslausmál sem hann loksins dattar. Ég heyrði þetta úti að það var einhver að segja mér að heilsan á þeirra væri ekkert frábær, hvernig er hún? Nei, hún er svona, ég ætla að skrifa saman, ég fekk eitthvað afbrigði á COVID-veirunni sem enginn hefur fengið þetta í æfinni, þannig að frá einhverja 10 daga, en þetta, maður er að skrifa saman og náði að spila einn allan aðeins í dag og þótt maður var smá slappur í leiknum, þá er það ekkert mál maður langt í næsta leik, þannig að ég hef engir áhyggjur af þessu, maður er smá slappur, greinir því. Varstu það velli út af því eða út af því að þú varst að taka brot þarna á gulu? Nei, ég veit ekki hvað hann var að flauta á þetta eins og ég tækla bara boltan og Alex hoppar og fyrir að væla eitthvað en ég veit ekki, það var ekkert á það en ég fer bara út af því að ég ætlaði bara að taka, við tókum stöðun í hálfleik bara og allar múin á að æfa fyrir leiki þannig að það var að slappur lengi og svo bara reyndi ég að taka eins langt og ég gæti í seinni hálfleik en svo bara gæti ég ekki meira, bara skrákurinn bara gjörsamlega búinn og þá bara líka skynsamt að taka hann út af eftirspjald brotið þannig það er bara svona blanda báðu. Þið eru í 4. sæti, hvernig líður þið bara með það? Bara mjög fínt sko, þetta er bara að fara þess að við ætlum okkur, við ætlum okkar ekkert annað. Þetta er bara, já, sáttir en ekki ósáttir, við viljum bara meira, við viljum bara gera meira og meira þá til mótið er búið sko. Hvernig ert þú að fíla í þriggjamannaverðinni? Bara mjög flott sko, með Erik Æramenn sem er frábær og svo Hilmar kemur inn og tjóðsvæl að pakka þessu saman og stendur sig frábærlega við erum búin að treyla þetta það vel, það skiptir ekki máli hver er hvar í vörninni. Svo við rúlum þessu mjög mikið hvar menn eru, þá bara gengur þetta hrikalega vel og bara Jón Þór og þeim er búin að gera frábærlega í vetur og við erum mjög sáttið með þetta hvernig þeir búin að gera þetta í þriggjamanna vörninni og bara líður mjög vel í. Þeir voru búin að vera banka í þessu leik, það er gott að vita að þið eru með Viktor Jónsson frammi. Já, þetta grínast, það er bara skiptir ekki máli eins og hann skora í dag með löpunum, þú skora hann með skalla, hann getur gert þetta allt saman þannig að maður veit alltaf þótt að sé 0-0 og búið að líða svona leiknum þá er hann alltaf hættulegur sama hvað. Tekur ákvörðun að fara í Akranes í vetur, hvernig svona horfður tilbaka þá ákvörðun, af hverju gerir það? Ég bara, í rauninni veit hvað ég hef hérna, þekki fólki, þekki klubbinn og bara vantaði bara að fá mínútur, ég bara búin að vera náttúrulega svo að vita sama saman, búin að vera hrikalega lengi middur og veikur og veit ekki hvað og það bara spila komir í gang og bara til að slettir ensku svona bounce back frá meiðslunum út af því og ég ætla mér aftur bara út og ætla mér langt á ferlinn, ég er ekki búin að gefast upp og þetta er bara ein leið í því, ein skrifið tilbaka til að taka nokkuð skrifið áfram. Fyrir utan veikindi, hvernig er skrókurinn bara? Bara mjög fínt sko, búin að spila náttúrulega alla mínútur fyrir utan því ég er í banni eða eitthvað svona, þannig að bara líður bara mjög vel í skráknum og með geggja staff hérna með sjúkraþjálfara sem er frábær og styrktarþjálfara og það er það sem ég vissi líka stór hluti að ég kom hingað, maður vita að vera að satsa hérna á allt svona með sjúkraþjálfara í fullu starfi og allt svona, þannig að maður bara hefur allt til allt sinna, ekki til að kvarta, þannig að bara mjög sáttur með það. Þið eru í 4. sæti, á hvað er að horfa núna? Við bara, það er frábær spurning, við erum með markmennir hópsinn sem maður má því meira ekki segja frá en við stefnum hátt og það er bara þangað til að mótið er búið og gefið bara í. Er það eitthvað Evróputengt? Ja, maður veit það ekki. Maður er með stóra drauma, maður verður að dreyma stórt. Nákvæmlega, eða bara að loka hvernig horfur tilbaka á tíman hjá Breiðablik? Það er bara, ég veit ekki hvað maður má segja, þetta er bara svona, ekki nógu góð tími sem maður vil bara ekki gleyma. Þetta var frábæri leikmenn og flottir einstaklingar innan hópsins en ekki mikið meira að segja það. Það gíska þú hefðir alveg viljað spila meira. Fannst þér svona ósakett hvernig var talað þig? Já, fólk má tala eins og vill, ég er ekki að kemja mikið upp við það en já, ég hef viljað spila meira. Mér fannst ég bara hafa sagt hitt og þetta og maður kemur inn og það bara gerist allt annað og er inni og maður reynir bara að halda áfram. Ég hef bara áfram að æfa og ég hef kjafti og
Þótt það var mikið talað, þá var ég aldrei að segja neitt utan við eða neitt svoleiðis heldur. Ég bara hentar að æfa og ég held að allir leikmenn geta sagt að hann í Breiðabliki. Ég æfst bara meirinn meðal einstaklingur þarna og haldi bara áfram og haldi hausnum niðri og reyndi bara að æfa og kom mér inn í liðið. En svo þegar maður fekk mínútur þá gekk oft mjög vel, unnum alla leiki í bikar og svona þangað til að maður var ekki inn á og bara, ég veit ekki, bara maður gerði sitt besta og svo komu lélega leikir inn á milli, kannski ekki skrítið, það var kannski gert 9 breytingar í öllu liðinu og verið að hvíla þessa mikilvæga leikmenn fyrir Evrópudeildina og svona sem var bara gott að blessa þannig að maður bara ekki nógu góð tími en að maður bara horfði fram á því og maður hefur líka góða minningar þarna, frábærir einstaklingar og toppliði bara. Gerðirðu mistök að semja við Breiðablik? Mistök ekki mistök, maður getur alltaf sagt það eftir á og verið sniður eftir á en ég veit það ekki, þetta var svona, maður lærir af þessu út á allar, maður lærir ekki mikið að inn á þetta.